544. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á 13:12 kl. 17 á 5. maí 2018. Mættur eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og svo bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni. Það eru 3 mál á dagskrá fundarins, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 11. maí, 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. maí og númer 3 fundargerð velferðarráðs frá 9. maí. Tekin er fyrir fyrsti dagskrárliður, en það er fundargerð bæjarráðs frá 11. maí. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarráðs sem bennum að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá er það liður númer 2 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. maí og það eru þar nokkrir liðir sem þarf að afgreiða sérstaklega. Ég ætla að nefna þá hér áður en ég gef orðið laust. Það er liður númer 7, Klettatröð 11a, uppskipting lóða. Liður númer 9 sem er fyrirspurn í bílastæði. Liður númer 11 Hringbraut 108, skipulagsbreyting. Liður númer 12 Leirdalur, breyting á deiliskipulagi. Liður númer 13 Hamradal 7 og það er fyrirspurn. Númer 14 Grænalaut 12-18 stækkun og byggingarreit. Númer 15 Grænalaut 20-24 stækkun og byggingarreit. Númer 16 niðurrif á togaranum Olrik í Helguvík. Númer 17 Rauðumelur til að matsáætlun. Númer 18 framkvæmdaleyfi við Reykjanesvita. Númer 19 erindi Reykjaneshafnar til umhverfis- og skipulagsráðs. Númer 20 viðbrögð Landsness við athugasemdum vegna Suðurnesjalínu 2. Og númer 24 framlýsing 11 deiliskipulag og 26 út í listaverkið Súlan við Dús Safnahús. Og þá gef ég orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá förum við bara í það að greiða atkvæði. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru bennir að gefa merki. Hann er samþykktur 11:0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 9 eru bennir að gefa merki. Þeir sem samþykkt geta lið númer 11 Hringbraut 108. Forseti, ég get ekki tekið þátt í lið númer 10, ég hef það til umfjöllunar. Já, varandi Brekadal 67. Við bókum það þá þegar við... Já. Þeir sem samþykkt geta lið númer 11 Hringbraut 108. Liður númer 12 Leirdalur, breyting á deiliskipulagi. Hann er samþykktur 11:0. Liður númer 13 Hamradalur 7. Þeir sem samþykkt geta hann. Hann er samþykktur 11:0. Liður númer 14 Grænalaut 12-18 stækkun og byggingarreit. Hann er samþykktur 11:0. Liður númer 14 Grænalaut 12-18 stækkun og byggingarreit. Hann er samþykktur 11:0. Liður númer 16, það er niður á togarunum Olrik sem allir bíða eftir að vera fjarlægður úr Njarðvíkurhöfn. Þeir sem samþykkt geta þennan lið. Hann er samþykktur 11:0. Liður númer 17 Rauðumelur til að matsáætlun. Þeir sem samþykkt geta hann er samþykktur 11:0. Þá er það liður númer 18 framkvæmdaleyfi við Reykjanesvita. Þeir sem samþykkt geta hann er samþykktur 11:0. Þá er það erindi Reykjaneshafnar til umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem samþykkt geta hann eru bennir að gefa merki. Hann er samþykktur 11:0. Númer 20 viðbrögð Landsness við athugasemdum vegna Suðurnesjalínu 2. Þeir sem samþykkt geta þann lið bennir að gefa merki. Hann er samþykktur 11:0. Þá er það framlýsing 11 til að... Já, það er tillögu að vísa deiliskipulagi
við afgreiðslunni til Skipulagsstofnunar og Friðjón Einarsson hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tel ástæðu til þess að koma upp undir þessu lið hérna fram á 11. Við höfum rætt þetta mál oft í bæjarráði Bæjarstjórn og það hefur verið gerð athugasemdir við það verklag sem ég hafði í þessu máli og mér langar að ræða það. Það var þannig að þegar þetta mál var svona á byrjunarreit hjá okkur inn í stjórnsýslunni þá hafði ég samband við Minjastofnun, talaði þar við starfsmann Minjastofnunar og kynnti mig sem bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ og við áttum gott og langt spjall og ákváðum síðan að vera einhvern tíðan síðar í sambandi ef þyrfti. Síðan heyrði ég ekki meira þessu manni og hann fór erlendis í sumarfrí. Það gerðist að hann hafði skrifað bréf sem var sendt, persónulegt bréf sem var stílað á Friðjón Einarsson og bréfið byrjaði Sæll Friðjón og það sem hann óskaði eftir við myndum hittast og ræddi svona aðeins hugmyndir og pælingar Minjastofnunar í málinu, aðkomu þess. Bréfið var sent á annað netfang heldur en ég nota, sá ekki bréfið en aftur á móti var sent afrit til nokkra starfsmanna bæjarins og þar á meðal Gunnars Ottóssonar, skipulagsfulltrúa okkar, sem hringdi strax í Minjastofnun og óskaði eftir fundi með þeim af því að þeir voru að ræða að hitta okkur. Og ég tók þátt í þeim fundi ásamt fleirum og en sá sem ritaði bréfið kom ekki og þetta var svona stuttur spjallfundur hitt og þetta sem ég hef sagt frá nokkur sinnum í bæjarstjórn. En ég tel ástæðu til þess að ég biðst afsökunar á því að hafa ekki sent þetta bréf, þó það hefði verið persónulegt bréf og persónulegt samtal, þá hefði ég átt að senda það strax og það kom til ykkar ágætu bæjarfulltrúar, þó svo að mínu mati bréfið hafi sjálfsög ekki skipt máli en það hefði verið eðlilegra öllu leyti að ég hefði gert það og ég ætla að biðjast afsökunar á því. Takk. Mér langar áður en að við greiðum atkvæði 24. lið að benda á að það óskýrleiki í síðustu setningunni samþykkt að senda tillögu að deiliskipulagi Skipulagsstofnunar til afgreiðslu. Þarna á auðvitað að standa að samþykkt að senda tillögu að deiliskipulagi til afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Þannig að tillagan þessi að senda tillögu að deiliskipulagi til Skipulagsstofnunar eftir að við búið að lagfæra það sem var bent í athugasemdum Skipulagsstofnunar. Þeir sem samþykkt geta 24. lið eru Benni Geormarki. Einhver á móti? Hann samþykktur 10-0. Þá það liður númer 26 sem útilistaverk í Súlan við Dú Safnahús. Þeir sem samþykkt geta þann lið eru Benni Geormarki. Hann samþykktur 11-0 og þá ágætu bæjarfulltrúar komið að þriðja og síðasta lið fyrirgefið þeir sem samþykkt geta fundargerðina að öðru leyti eru Benni Geormarki. Hún samþykkt 11-0. Og þá komið að þriðja lið sem fundargerð velferðarráðs frá 9. maí orðið laust. Það enginn sem kveður þessi ljóð sem þá fundargerð. En ég vil kannski bara benda á að þarna lagt fram til kynningar stefna í öldrunarmálum. Hún á dagskrá bæjarráðs þetta lagt fram þarna til kynningar en verður á dagskrá bæjarráðs á næsta bæjarráðsfundi. Þannig að við höfum vitneskju um það. En það enginn sem kveður þessi ljóð sem fundargerð velferðarráðs, þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru Benni Geormarki. Hún samþykkt 11-0 og þá dagskráin tæmd og við gerum hlé á fundinum og meðan að gengi frá fundargerð.
544. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 15. maí 2018 kl. 17. Og viðstaddir er Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 11. maí 2018, forseti gaf orðið laust og fundargerð er samþykkt án umræðu 11:0. Og annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 8. maí 2018, forseti gaf orðið laust til málstók Friðjón Einarsson. 7. liður í fundargerðinni Klettatröð 11a uppskipting lóða var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 9. liður í fundargerðinni Skógabraut 11:04 fyrirspurn bílastæði var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 11. liður í fundargerðinni Hringbraut 108 skipulagsbreyting var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 12. liður í fundargerðinni Leirdalur breyting á deiliskipulagi var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 13. liður í fundargerðinni Hamradalur 7 fyrirspurn var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 14. liður í fundargerðinni Grænalaut 12-18 stækkun og byggingarreit var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 15. liður í fundargerðinni Grænalaut 20-24 stækkun og byggingarreit var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 16. liður í fundargerðinni Niðurrif á togaranum Olrik í Helguvík var tekið sérstaklega til afgreiðslu og samþykkt 11:0. 17. liður í fundargerðinni Rauðimelur tillaga að matsáætlun var tekið sérstaklega til afgreiðslu og samþykkt 11:0. 18. liður í fundargerðinni framkvæmdaleyfi við Reykjanesvita var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 19. liður í fundargerðinni erindi Reykjaneshafna til umhverfis- og skipulagsráðs var tekið sérstaklega til afgreiðslu og samþykkt 11:0. 20. liður í fundargerðinni viðbrögð Landsnets við athugasemdum vegna Suðurnesjalínu 2 var tekið sérstaklega til afgreiðslu og samþykkt 11:0. 24. liður í fundargerðinni Framnesvegur 11 deiliskipulag var tekið sérstaklega til afgreiðslu og samþykkt 10:0. Böðvar Jónsson sat hjá. 27. liður í fundargerðinni útilistaverki Súlan við Dús Safnahús var tekið sérstaklega til afgreiðslu og samþykkt 11:0. Árni Sigfússon greiddi ekki atkvæði undir 10. lið Brekadalur 67 stækkun og byggingarreit. Fundargerðin samþykkt 11:0 að öðru leyti. Og 3. mál fundargerð velferðarráðs frá 9. maí 2018 forseti gaf orðið laust. Fundargerðin samþykkt án umræðu 11:0. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Fundargerðin verður því undirritaður. 544. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.